Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og samnæðarprestur í Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttunum Apologia þar sem við tökumst á við spurningar hvað varðar kristna trú og spurningin þessa vikuna er áfengi. Mér langar bara að lesa hana upp. Það var sendt e-mail á apologia@lofstofan.is og spurningin er þessi: er synd að drekka áfengi? Finnst svo margir setja samasemmerki á milli þess að vera kristinn og megi ekki drekka vín. Sumir segja að áfengi sé verkfæri Satans. Hvert er þitt sjónarhorn á þetta? Takk aðeinslega fyrir að senda inn þessa spurningu á apologia@lofstofan.is og það sem að ég myndi segja er að ég sjálfur drekk áfengi. Ég fæ með bjórannaslagið, drekk ekkert mikið af bjór, kannski einn hér og þar. Ég myndi líklega að drekka vín ef mér finnst það gott, en bara í dag finnst mér algjör viðbjór, þannig ég fæ mér ekki vín. En það sem ég hef í huga að þegar ég fæ mér bjór er að hverjir eru kringum mig. Í Rómarbréfi í 14. kafla, þá stendur í 19. versi: keppum þess vegna eftir því sem til friðarins heyrir og eflir samfélagið. Brjóttu ekki niður verk Guðs vegna matar. Allt er á sönnu hreint, en allt verður samt illt þeim manni sem etur öðrum til falls. Það er rétt að eta hvorki kjöt né drekka vín eða gera neitt það annað sem kemur illa við bróður þinn eða systur. Haltu fastu trúna sem þú átt með sjálfum þér frammi fyrir Guði. Sæll er sá sem þarf ekki að áfætta sig fyrir það sem hann telur vera rétt. En sá sem er efablandinn og etur þó, hann er dæmdur af því að hann gerir það ekki af trú. Allt sem er ekki af trú er synd. Þannig að hann er að segja: hei, þú mátt drekka áfengi, ekki leyfa öðrum að breyta þinni sannfæringu sem Guð hefur gefið þér, en á sama tíma þegar þú drekkur áfengi, hafðu í huga hverjir eru kringum þig. Þannig að þegar ég fæ mér bjór og ég er kannski út að drekka eitthvað, út að borða, og þá spyr ég: er eitthvað veikur fyrir áfengi? Og ef ekki, þá fæ ég mér bjór. Þannig að ég myndi hafa það í huga. Svo sjáum við hérna, ef við förum yfir í til dæmis, það margir sem segja að eins og spurningin sagði, að drekka áfengi sé synd. Ef við sjáum til dæmis í 1. Tímóteusarbréfi, 5. kafla, 23. vers, þá segir Páll við Tímóteus: vertu ekki lengur að drekka vatn, heldur skalt þú neita lítils eins af víni vegna magans og veikinda þinna sem eru svo tíð. Þannig að hérna sjáum við að Páll er að mæla með að Tímóteus fái sér vín til þess að róa magan, og það sem við sjáum í Biblíunni er að það er ekki synd að drekka eða fá sér vín eða fá sér áfengi, það er synd að vera fullur. Þannig að hann segir ekki vera fullur, en á sama tíma þá er Jesús Kristur að neita víns með lærisveinum sínum í seinustu kvöldmáltíðinni, og hann segir: ég mun ekki smakka af vínviðnum aftur fyrir en ég kem aftur. Þannig að við sjáum í Biblíunni staðir sem segir ekki vera fullir, en á sama tíma sjáum við fullt af öðrum stöðum sem segja að fólk sé að drekka vín. Svo koma aðrir kristnir og segja: já, ok, vín á þeim tíma var ekki raunverulega áfengt vín, þetta var meira svona safi, þetta var svona einhvern veginn vínberjasafi. Og þá spyr ég: hversu mikinn vínberjasafa þarf þú að drekka til þess að vera fullur? Þannig að ef við förum til dæmis í 1. Korinthubréf, 11. kafla í Biblíunni, þá er Páll að tala við kirkjurnar í Korintu og segja, í rauninni hasta á þá, segja: skammist ykkar fyrir að vera fullur í brauðsprengningu. Þannig að hversu mikinn vínberjasafa þarf þú að drekka til þess að vera fullur? Og þetta er svarið: þú getur ekki verið fullur og vínberjasafa. Þannig að við erum að tala áfenga drykki, og sagnfræðilega, ég man eftir að hafa lesið grein þetta fyrir löngu hversu, það eru margir sem segja: já, ok, vín var miklu minna áfengt heldur en það er í dag og svo framvegis, þannig að við eigum ekki að drekka þetta vín. En á sama tíma þá las ég þessa grein sem var að tala fyrir 2000 árum hvernig vín var. Oft var vín notað til þess að sótthreinsa vatn, þannig að drepa bakteríur og annað eins. Þannig að þessi sagfræðingur var að búa til case fyrir því að vín á þessum tíma þyrfti að vera 25% áfengt til þess að geta að drepa alla bakteríunar í því sem var að vera að neita. Þannig að fyrir mér eru engin rök fyrir því að segja að vín sé verkfæri Satans og þá ertu komin á hálan ís. Jesús Kristur neytti víns, og ef að Jesús Kristur var ekki syndlaus fyrir þann kristna mann, þá höfum við enga von. Og það er því að hann tók á sig syndir okkar sem fullkominn almáttugur Guð. Og ef einhver segir vín er verkfæri Satans, þá skal þau stoppa og segja: hvar er það að finna í Biblíunni fyrst og fremst, og hvaða afleiðingar það hefur, og hvernig þú horfir á Jesú Krist og hvernig þú horfir á þitt eigið frelsi í Jesú Kristi. Út af því að það er þetta er svona mjög stór orð til þess að segja og hefur mjög víðtæk áhrif. Þannig að fyrir mér, vín er ekki synd, að neita þess í röngum huga og neita of mikið, það er synd.
Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sendt okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meir kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk. Og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.